Já, komið sæl og gaman að sjá ykkur. Bent heiti ég og er með þetta livestream hér fram að jólum og hugmyndin hjá okkur er það að reyna að vera hérna daglega klukkan 8 fram að jólum, þess að 12. til 24. desember og það verður gaman að þeir sem eru svona að horfa að myndu kasta kveðju hérna, að sé þetta allt í lagi. Það verður að prófa hérna alls konar tækni og græjur, maður veit aldrei hvað er að skila sér út. En bara takk fyrir innlitið og allar kveðunar og allt þetta sem við erum búin að fá, það er bara virkilega gaman. Í dag þá ætlum við að skoða lag við skoðum nú í fyrradag skoðum við hljómagangin í laginu Apache með Shadows. Þetta er lag eftir Jerry Lordan og án einhver annar sem að tók þetta upp fyrst og Jerry var eitthvað mjög ósáttur við þá útkomu, þannig að hann fekk Shadows til þess að taka upp þetta lag og þetta var heimsfrægt árið 1960, þannig að þetta er orðið 60 ára gamalt í ár og varð heimsfrægt eins og ég sé. Já, við skoðum hljómana núna daginn og núna ætlum við að skoða laglínuna og kannski við skoðum bara að sjáum þessa snillinga og þessi flottu albúm hjá þeim. Þetta er algjör snild sko. Þeir komu nú hingað til lands og ég var svo frægur þegar ég var ætli verið 13 ára. Þá sá ég þá spila á Broadway og keypti plötu og fekk erindaháttinn hjá þeim og þetta var alveg æðislegt sko. Mætti hann í fermingafötunum, svakalega fínn og flottur sko. Þetta var mikil upplifun að sjá þessa snillinga og þeir eru ennþá að spila. Þannig að þetta er bara geggjað og það sem að mér langaði nú að segja líka er það að við erum að spila hérna, við erum sem sagt að fara með, hvað er hann með þetta? Þetta er ekki hér. Að þessar nótur og svona sem við erum að birta hérna á skjánum eins og eftir þá er ég með hérna nótur af þessu fína lagi, bæði hljómana, nótur og síðan líka tap og það er að fara inn á þessa slóð gitarskólin.is/aukaefni og sækja þetta ásamt undirspilinu sem að ég er að nota þarna með þessu lagi og þannig að við kannski vindum okkur bara í þetta. Þannig að þetta er nótunar og hérna er þessi tap dótið. Ég er náttúrulega ekki að ætlast til þess að sé verið að lesa þetta beint af skjánum en bara svona til þess að sína. Ég reyna að fletta þessu bara meðan ég er að spila. En ég ætla að reyna að finna fælinn. Týndur ykkur gluggum. Þannig ég spila þetta einu sinni og svo kannski tölu hans þetta. Og já, ok. Kýlum á þetta bara.
þetta var æðislegt lag og ekki skrítið að þetta hafi verið heimsfrægt. Rosalega melodíst og mjög margt skemmtilegt í þessu lagi og ég man bara þegar ég lærði þetta lag, já, ég ætla bara að minna þessu slóð sem hérna fyrir neðan, að það er að sækja þessar nótur og undirspilið á þessari slóð, að fyllir bara út þarna nafnum Nettung og sendum þetta til ykkar bara pronto. Takk æðislega. Geggjað. Þetta lag, það er skemmtilegt við þetta lag, hvað það er rosalega melodist og hvernig það þræðir alla hljómana mjög skemmtilega. Og þetta er nú flott svona pæling í lagasmíðin. Bara hvernig verið að spila hvaða nótur yfir hvaða hljóma og svo framvegis. Nú svo er líka í þessu lagi er mikið af endurtekningum. Það er líka ein af gullnum reglum tónsmíða. Það er að nota svokölluð mótíf, þar sem við erum að spila eitthvað eitt og svo er endurtaka það. Þannig að eins og til dæmis bara í þessu við erum að bara spila grundtón og fimmund og svo fyrir við hingað upp, þá erum við komin í næsta hljóm, komin í D-ið, í þríunduna þar og svo aftur endurtekning þessu, endurtekningar. Þannig að þegar við erum aðeins komin inn í lagið, þá erum við búin að heyra sama hlutin aftur og aftur og aftur og það er svolítið lykillinn að kannski vinsælum lögum í rauninni að þau spáir í það að flest lög hafa eitthvað svona húk það sem er auðvelt að muna og eru með talsvert af endurtekningum. Þannig að þetta er alveg klárlega eitt af því og svo er náttúrulega þessi rithmar sem eru í gangi eins og þetta tengist Apache Indjónum gerir ráð fyrir og það náttúrulega er þetta er náttúrulega bara svona brokk hestagangur og svolítið svona kúrika dæmi og svo þegar að fer í þennan þannig er að vera að þræða líka bara frá F-inu. Þetta er bara grundtón upp í þríund, fimmund og þríund er næsta hljóm. Þannig að við erum að spila bara brotnu hljómana og allar þessar sterkustu nótur í öllum þessum hljómum. Og svo þegar þú veist svo kom alveg 2 taktar af A-móli og við getum svo sem kannski að opna bara nótunar hérna. Já, við erum að tala takt hérna svona fyrir miðri blaðsíðu, takt 26 og 5, það sem er A-mól og það gefur okkur líka tækifæri til þess að spila ykkur lík eða búa til ykkur frasa, þannig að og getum leikið okkur eða ef við viljum vera eitthvað bluesy. Svo sama í næsta umgang. Ok, þannig að leira þetta hérna nei, nótunar réttar ég las vitlaust í þá neðstu línunni á þessu blaði þegar við komum í C þarna og svo kemur 7. hljómarinn og áðan var ég að leika mér svolítið að eldast þessa 7. af því ég veit að næsti hljómur er F þannig að spila eitthvað svona og líka eitthvað hérna þannig að þetta er alveg frábært í það svona svo getur spila eitthvað lagt áherslu á hennan C7 svo erum við komin aftur í sama kafla og þá getur þess að spila eitthvað A-mól líka þarna svo bara aftur blokkið það er fínt að gera þetta bara svona eins og það er
svo kemur þessi stoppkabli og og hann er svona og það er bara æðislegt og svo hérna það kemur svona fullt af nótum svona skrifa svona niður, það er inni bara svona bara hljóminu spilaður og svo kemur aftur bara þessi þannig við sér það er ekki droslega mikið af nýjum hlutum í þessu lagi, það er bara introið, svo kemur stefið og svo svo kemur brokkið svo kemur millikaflin allt það svo kemur aftur brokk svo kemur aðal stefið nefnum bara með stopp einhverjum fígurum svo kemur aftur þessi brú eða millikafli eitthvað sem vel og svo kemur brokkið svo kemur svona hetjubrokk hann í restina það er tveir taktar af F og þá er verið að spila grundtón, þríund, fimmund og grundtónin aftur í F, það er bara verið að undirstrika F-hljómin og F-ið svo er þessi tveir taktar búnir, þá eru komin næsta hljóm og þá er það fimmundin í A-mól og svo kemur henni bara introið aftur sem er henni bara það er bara introið er alveg eins og átróið er alveg eins og introið og enda svo bara A-mól, þannig að kannski spilum þú bara eins og enn til þess að ramma þetta inn og alright. Það koma þess að tveir taktar að taliðin 4 slög 1, 2, 3, 4 og svo koma tveir taktar af trommum og þá byrjar bara á gítarströmmi fyrsti hljómurinn
geggjað, ég elska þetta lag þetta algjör snillt eins og segja, þetta lag hefur fylgt mér alveg síðan bara maður byrjaði að spila hvað 12 ára gamall og var æðislegt að fá að hitta þessar hetjur og fylgjast með þeim svona gegnum tíðina ef það einhverjir, ég sé það nú einhverjir áhuga hlusta og horfa bara frábært og velkomin og gaman að sjá ykkur og ef það einhverjar spurningar þá væri bara virkilega gaman að fá þær og gaman að sjá ykkur þetta lag er svona eitt af mínum uppáhaldslögum með Shadows og eiginlega ég þekki nú ekki söguna sérstaklega vel en ég held að þetta hafi svolítið skotið þeim á fræðar híminin og gerði þetta lag heimsfrægt og þá í reyninni líka ég er að lesa áðan og þetta lag var eiginlega ekkit markasett í Bandaríkjunum þannig að þetta fór á topp vinsældalista út allan heim og, en ekki í Bandaríkjunum af því það hafði ekkert verið kynnt þar það tók eiginlega ár fyrir þetta lag að ná inn á vinsældalista þangað eða þar en það var einhver annar sem tók það upp þannig að skiptir ekki máli hvaðan gott kemur en þetta er frábært lag og ég held að kannski farið yfir það er oft gott bara að einfaldleikin er oft bestur það þarf ekki að vera flókið til þess að þetta sé gott og ég held að þetta lag sé eitt af svona sanni það en allavega þetta er það sem að mér langaði að fara yfir í dag og ég vona að þið hafið haft gaman og gaman að þessu og ég allavega takk hérlega fyrir komuna og áhorfið allir sem eru hér og við höldum áfram með þetta á morgun hvað sem að við tökum fyrir það og ef það er eitthvað sérstakar óskir þá bara endilega senda okkur línu annarkort hér á Facebook eða þá á gítarskólin.is en ég minni á vefslóðuna að það sem er að sækja þessar nótur og annað undirspil og fleira sem við erum búin að fara yfir hérna í þessum þáttum en bara takk hérlega fyrir dag og sjáumst bara næst